Ding dong Ding dong, það hérna Danni og Þessi Svenni morgun þáttir Já, ég alltaf ennþá stiltur Þú veist að ég er ég búin að taka það fram að ég var að leysa af í morgun þetta að FM 957 í gamla þetta með Ós Gunnars og þarna og Sverri Bergmann Einmitt, Sverri Bergmann Já. Er hann skemmtilegur? Já, Geggja teimi ógeðslega gaman og þarna, hann er sann í geggjaður sko. Þetta morgun þátt, hvenær var mæting? Það var mæting 6, nei, ég held að mæting var 5:30 Já, þetta er á svona mesta skemmtilegasta tímabilinu mínu þegar sko engin dagur var eins hjá mér og nei, engin dagur það var engin morgundagur Já Vist, ég var stundum að mæta bara beint úr partí Einmitt, þetta var svona það tímabil bara vel sjúskaður á því mættur og sko bjartur og brosandi á FM Þetta er brútal ógeðislega gaman En núna ert þú á 3 tíma svefni En ferskur Já, varst að hakka þig hérna hvað heitir þessi staður? Bakari 280 gráður sem ég er svona eiginlega kortir ég var búin að lofa mér ykkur á vaktar bara ég get ekki labbað inn á einn einasta stað á þess að sækja vinnu Ég var einmitt að segja við Símon Ég gæti alveg tekið vakt í Bakari hjá aðra mínum halda áfram að vakna 5:30 Já, ekkert mál Ég var einmitt að segja við Símon motherfucking handsome að ég væri alveg til í að stökka baka barinn eitthvað Er komin tíma á það? Já, eða þú veist, ég fekk þessa löngun allt í einu og ég var að skoða, ég fór að hugsa íslensku barsinnuna og ég var bara eitthvað, ok, það er bara einn cool staður einhvern veginn, þú veist, Miss Daisy mjög góður en veður er svona einu staður sem gæti orðið svona nettur, eða þú veist, og er svolítið nettur og þá langar mann að stökka baka barinn, maður myndi ekki vilja af hvað sem er, skilur við, fattar við Þannig að ég fekk Þú ert eiginlega að kalla eftir því að það séu fleiri cool barir eða fleiri cool barþjónar Já, sko, cool barþjónar koma út frá cool börum Þannig að það er eiginlega bara ástæðan sko, ef það var ekki fyrir veður, þá myndi ég ekki hugsa þetta skilur við, ég hef enga þörf það sem ég ætla að segja, það sem ég finn með veður er að það er svona ákveðin broddur Já, það er nefnilega það sem ég finn ekki á öðrum svona koktelstöðum sko. Það er punk í loftinu sko. En gera eitthvað nýtt og eitthvað Ég nefnilega ég get sagt það núna ég komin í smá gig á Rás 2 Já Ég veit ekki hvort ég megi blóta lengur hérna í Syndarsölum en það verður bara komið í ljós Okkur ekki Nei, ég segi svona, Rás 2 er svona já, ég veit það ekki en já, ég er komin í eitthvað svona smá batteri þar Til hamingju Takk fyrir það En það fyrir svolítið hægt af stað sko. En það verður eitthvað svo útla gaman sko. Ég var hann í gær og sko, stemmingin í ríkisreknu batteríi Ok, ég var að taka skál fyrir því bara í Montenegro Skál fyrir ríkisreknu Já, drikkuvikunar Ég segi skál Ég segi skál Drikkuvikunar Montenegro Góður í hálsinn Já, þannig að þú varst þarna í ríkisbatteríinu Montenegro Ég tók tímabil þar sem ég var alltaf Viltu segja kannski aðeins bara á Montenegro? Amaro og þetta er gott í koktela þetta er síðan 1885 og það er einu sem ég veit og ég veit að þetta er gott á bragði þetta er miklu mýkri heldur en aðrir þetta er sætari Amaro myndi ég segja eins og talsett sætari en allavega ríkisreikin batteri Hvernig er að labba þann inn á að því að þetta er stoppunum sko fólk er ótrúlega chillaðna það er ekki sama svona stress, svona örvæntingar Nei, það er ekki sami fílingur af því að þú veist þau vita að þú er ekki sko undir neinum kringustæðum verðaðir ekki En ég held að þetta sé hot stemming sko, af því að hún er allavega mjög cozy þarna voru Þetta er ekki svona Survivor of the Fittest Ekki beint, þarna voru eins og er á sín mjög mikið á sín núna Við erum að tala gollur Við erum að tala inniskó, við erum að tala að allir séu með svona aðgangskortið sitt utan hálsinn en ekki Matti, hann Rás 2 hann segir, ég ætla aldrei inniskó og ég ætla aldrei að láta gesta inngangskortið aldrei sé aldrei, en þú veist allt í góðu Sko ég ætla að mæta á inniskó í svona ullargollu alveg Mér finnst líka falla að svo fær fólk sko kaffibolla merkt nafninu sínu
Það svolítið sjarmerandi. Já, ég hef tekið eftir því. Ég sé þarna er Margrét Erla Mock, þú veist, hún er í Crocs. Hún var í gær. Já. Ætli hún sé ekki Crocs, helviti þægilega á því. Já, það rosa kósí. Einhver svona mjög víð peysa eða golla einhvern veginn yfir sér. Alveg sko mega kósí og svo var fólk í púl, Ok, það svona hipster-stemning. Já, og þetta voru allt svona 60 gæjar sko, en svona 60 hipsterar. En ég verð að segja, andrúmsloftið strax talsvert afslappara og betra, sem ég held að sé betra fyrir útvarps- og dagskrárgerð. Það sé ekki eitthvað svona stress og eitthvað svona, heldur bara að fólk fer í loftið og vera ítluga bara að lesa upp sögur. Já, ég hugsa að það sé sko munurinn á til dæmis sko að vera inn á sko útvarpssviða sín versus að vera inn á stofnunni RÚV er að sko taugakerfi utan á fólkinu á sín. Algjörlega, það sést í gegn bara. Þú ert þarna bara með guttan á FM sem eru sko alltaf borderlega að fá taugafall eru mjögulega í taugafalli hafa samt ekki hugmynd það sko. Já, svona burnout menningin er svolítið þar. Já. Kulnun, eins og þau kalla. Það er ekki kulnun á RÚV. Það er bara sko en náttúrulega mótið kemur á launin eru læri. Já, en maður tekur því fyrir heilsuna líka, fyrir kulnuna heilsuna. En ég er núna búin að fá seinasta takk fyrir og ég er búin að fá seinasta mánuðið minn útborgaðan frá sín í uppsagnarfrestinum. Þannig að núna sko er ég slakari með þetta, ég get sagt það til dæmis að sko okkur var nokkrum sagt upp á X-inu og var ekki eiginlega bara öllum sagt upp nema bara Tomma. Öll dagskrárgerð, já. Ómar er ennþá í loftinu. Þetta er svona meira svona playlistastöð, það er bara að vera að rúlla í músík og allri dagskrárgerð basically var sagt upp sko. Mér er svo að Sigurjóni Kjartans og eitthvað svona. En það var verið að spara þrátt fyrir frábæra hlustun. Hún hefur eiginlega bara aldrei verið betri bara í mörg ár sem sagt seinustu vikuna okkar sem ég tjekkaði á, sem var svolítið gaman. Já, Sundarsili var líka með geggja hlustun til og með það. Nei, hún var ótrúleg á X-inu. Svo tjekkaði ég nýlega og það var hlustinu farið niður. Þannig að þetta er svona gaman fyrir petty mann, svona haha eitthvað. En samt heldur maður náttúrulega með X-inu allt það. En í kjölfarið þessu þá fekk ég kulnunabréf frá lækni. Já, þú baðst að fara í kulnun. Já, ég sagði við mannustjóran að ég var í andlegu áfalli. Já. Út af þessari uppsögn og að því að þau ætluðu sko, þau sögðu mér upp og daginn eftir voru þau bara eitthvað og ætlaði ekki að mæta í bítið í fyrirmálið því ég var að leysa þar af í allt sumar. Já, stömmir ekki því og ég eitthvað, nei en pældi því líkir hálfvitar þetta er svolítið skringilegt þarna ætla ég að segja, þú veist að því ég náttúrulega er með sko, það eru svona 2 típur í heiminum sem ég þoli ekki. Ég ætla ekki að segja hata, þoli ekki. Þarna erum við að tala það eru svona verkefnastjórar, bara svona allskins. Það eru 3 típur. Það eru þessi verkefnastjórar sem að þú veist, enginn veit hvað gera almennilega, en eru bara þarna einhvern veginn, eru svona að senda inn einhvern e-mail, þú veist, á og til. Þú veist, eitthvað svona á hópinn allan. Og teygja fundi. Já. Þú veist, það er fundur og reynum að teygja hann eins langt og hættir. Það er þessi típa. Og með einhverjum svona fullt af einhverjum orðum sem er ótrúlega sniðug. Já, og PowerPoint. Og svo erum við með markþjálfa. Já. Markþjálfar. Ég held að markþjálfar sé 90% markþjálfum eru einhvers konar narsistar. Já, og svona life coaches. Ekki spurning maður. Nú því að þjálfa þig. Þetta er sama típa á fyrir fasteigna sölu. Já, smá, sem ég er ekki að spája að fara að gera bráð. Já, flott. Þú veist, ég held að bara gefi vel. Já, það er allir í þessu. Ég sá auglýsingu bara í dag að Jónsi í svörtum fötum komin hann. Að sjálfsögða. Okkar maður, sko. Okkar maður. En já, svo er þriðja típan. Og svo er það þriðja típan og það eru mannustjórar. Ég ætlaði að segja mannustjórar. Ég ætlaði að bæta þið við ef það hefði ekki verið. Mannustjórar er einhvað held ég versta form af típu sem að ég busti það. Þegar mér var sagt upp Ölgerinni, þá fór ég á fund og það var svona, þú veist, mamma er í vinnuna og það er einhver svona, já, svo þarna ég var að tala um Ingibjörgu upp á 3. hæð. Það vita allir hvað það þýðir. Og varst þú búin að hitta þessa konu áður? Ég hafði aldrei hitt Ingibjörgu á 3. hæð áður. Aldrei. En maður vissi alveg hvað það þýðir. Og hvað gerir Ingibjörg? Ingibjörg á 3. hæð, hún er þarna og ég raun og verið hefði alveg haft að gera ráð fyrir því bara að þú veist,
þú átt að fara að hitta Ingibjörg á 3. hæð, það þú veist, mánaðamót 31. Föstudagur helst. Já, ándjóks, föstu að mán. Það þetta lokvíkunar eða byrjuvikunar. Algjörlega. Og þannig að það sem hefði verið flott hjá mér að gera, hefði verið eitthvað, geggjað, sjáumst og bara tekið saman dótið með að labba í burti. Sko, ég hugsaði maður veit bara hvað það fattur. Ég hugsaði það, en forvitni náði mér. Já, að þegar mér langaði þetta alltaf líka að hitta Ingibjörg á 3. hæð. Og þannig að ég fer þarna og þarna fer ég að hitti, og auðvitað allt svona opið, þú veist, og svona opið rými og öll fundarherbyggi eru svona, með svona, þú veist, það sést gleri. Og heita svona esja. Já, einmitt. Og einhver svona, þú veist, túborgildir. Hvað heit mér í túborgilda? Brennivín. Og þannig ég fer inn í túborgilda og hitti Ingibjörg á 3. hæð og þar situr Ingibjörg búin að prenta út blað og samning að nú þið mér sagt upp störfum. Og ég horfði á Ingibjörg á 3. hæð og var bara, veist það, Ingibjörg, þú þarna kona á 3. hæðinni, djöfull áttu gott. Þarna Ingibjörg á 3. hæðinni. Hver rekur hana? Með einhvern svona, ég ætla að gefa mér á þessu tímbili svona 1,5 milljón á mánuði sem svona ígildi 2-3 í dag eða 2 kannski. Já, ætti hún sé ekki svona að slefa upp í 2. Slefa upp í 2, já, ég myndi segja það. Sem bara fínt fyrir það að vera af og til að prenta út einhver uppsagnarbréf fyrir Svenna sem þú veist á 1. hæðinni. Red Bull Svenna. En sko, svo líka bara, þú veist, hver rekur mannustjóran? Hver rekur Ingibjörg á 3. hæðinni? Hún örugglega ennþá, við getum tjekka á því. Já. Þarna fyrir næsta þátt. En ég sem sagt var kallaður á fund og splungun nýr útvarpsstjóri, sko, sem var fenginn svolítið bara svona, þú veist bara, nýr útvarpsstjóri og nú þarf þú að reka alla. Já. Góð byrjun. Og hann var líka bara í sumafrí allt sumarið, þannig að hann sást ekkert, svo kom hann tilbaka og kallaði á fund. Og þetta svo vandræðilegt, því hann svona jafnaldri minn eiginlega, skilur við mig, og það eitthvað skrítið, ég ennþá svolítið svona þar að mista svona smá skrítið svona hvað og svona smá gutti finnst manni maður svona, hvað leikast þú búin að vera að spila, skilur við, og menn ég bara mæti útvarpið, skilur við, en svo hendi ég mig uppsagnarsamning og bara kvittaðu hér og ég sagði, ég ekki að fara að kvitta núna, ég í andlegu áfalli. Ég get ekki kvittað í þessu ástandi og líka svolítið skrítið að henda svona. Og bjóst aldrei til það. Já, en sko að henda, ég var ekki að fara að lesa samningin með þeim á einhverjum fundi. Nei, það var líka það sem að þegar mér var, þá var eitthvað átt að lesa þetta. Já. Og ég ég byrja vikuna þessu. Nákvæmlega. Þú veist, eitt að segja mér upp, annar ég þurfa að vera einhver lestrarhúsi með fólkinu. Sko, alveg frekar langi samningar oft. Og ég tók bara samningin heim og var eitthvað, vá, þetta magnað og Ásanina hætti frekar nýlega, sko. Og ég hringdi í hana. Þetta að gerast þarna. Já, hún hætti aðeins undan og ég hringdi í hana og hún bara, geðu þessu viku og þeir mun vera skítsama. Það þurfti ekki nema svona hálftíma eða bara eiginlega eftir þetta spjall, þá var ég bara, take me out of here, sko. Þetta svolítið þetta kullunar stemmingin hérna og óreiðan og það var algjört shit show, en svo fer ég í loftið og ákveða vinna út mánuðin, en ég gleymi bara svona eiginlega að segja öllum sem stjórna það og þau heyra það í loftinu og ég náttúrulega sendur í loftið eftir að vera sagt upp. Þetta svo mikla amatýrar. Þetta er svolítið klúður, sko. Það er að koma svo inn á eitt bara rétt með að það er nefnilega með þessa mannustjóra og þetta er allt saman fólk sem að, sko, þetta eru mestmengnis konur sem að líta allar nákvæmleins út og það eru í einhvers konar drakt á einhvers konar örlitlum háumhæl og eru með þarna það er alltaf konur líka og ljósarðar ég var aldrei hitt kallkins mannustjóra en það er þarna en það er ekki hugmynd eða margar af þeim og margt af þessu liði hefur ekki hugmynd hvernig, sko, þau læra einhverja mannustjórn en hafi ekki hugmynd hvernig á, sko, að tala við fólk að þau tala aldrei við fólkið einmitt, nema alltaf að segja eða senda einhver svona hóp, það er rosa mikið á svona hóppóstum en allavega einmitt og þetta er svolítið svona klaufalega gert því að þau senda mig í loftið og ég spurði nú mjög marga útvarpsmenn, sko, því að því var sagt upp, flestum hefur sagt upp einhvern tímann bara, varst þú sendur í loftið í kjölfarið og allir bara nei, það fyrsta sem var gert var bara að læsa stúdíónu, skilur, og ekki hleypa þessu manni nálægt mæk náttúrulega
en ekki í mínu tilfelli, þau bara, heyrðu, við ætlum að segja þér upp en viltu ekki vinna í 3 mánuði viðbót, vera með þátt sem að við viljum ekki einu sinni hafa en þetta náttúrulega að þetta var sparnaður hjá þeim og þau voru bara, ok, losum okkur verið allt en reynum að mjólka eins mikið út úr því og hægt sem að mér fannst þetta ekki eitthvað allt og fallega gert en þannig að ég fyrir í loftið og glanni, ég bara eitthvað já, hér verið að spara og ég að fara að hætta það bráðum og þá mannustjóri hringir í mig og ég bara eitthvað já, þú veist, við heyrðum í loftinu, þú veist, alls konar og þú veist, og þú að fara að hætta og eitthvað svona, eða ekki hætta bara vinna út mánuðin og ég eitthvað, já, ég meina, það staðan, ég með kulunabréf og þá segir hún, ok, en að því út með kulunabréf, þá mátt ekki mæta á morgun í seinasta þáttiðin, veist, bara þú mátt ekki mæta. Og ég búin að vera að tala um hann senasta þátt og peppan og svona kveðjustund og eitthvað, hún bara nei, við viljum bara að því út með þetta bréf basically bara svona þú varst leiðilegur eða svona leiðindi, svona smá hefni í loftinu, svona hefni feelingur í loftinu og ég eitthvað en ég það bara tilkynna það á Instagram allskstaðar að þú veist að ég hafi ekki fengið senasta þáttin. Og það betra eða? Og þá segir hún ok, þú mátt hafa hann af því að þú veist, þau vildu ekki að það væri neitt fjallað þetta það kom frétt á Vísi þegar það var sagt öllum upp og þau voru ógeðslega pirruð út í Vísi fyrir að hafa verið að setja þetta í fréttir þetta var svona þannig að þau vildu einhvern veginn svona hafa þetta eins svona og fíluðum ekki að ég og Addi og allir strákarnir þetta vorum að þvist, tala bara þetta mjög opinskátt skilju og vildu svona þagga svona þöggun, ákveðin þöggun sem ákveðið ofbeldi sem ofbeldi út af fyrir sig en sýnir líka, þú veist, hvað þarna ég veit ekki, eins og einhverju svona tilviki, þú veist ég meina, þarna ertu með fyrirtæki sem ert með útvarpssvið, þú ert með fréttasvið og fleira og náttúrulega svo bara Vísi sem bara miðl út af fyrir sig þarna. Já, og svo náttúrulega Vodafone en ég meina, þetta frétt þú veist, og þarna og að vera eitthvað súr út í Vísi frétt sem að geti komið inn á MBL hún kom á MBL og hún fór út allt, skilur þú veist, að eðlilega þar Vísir bara ég meina, þetta bara samkeppnis nei 100% og það var hlutlaus miðill eftir bestu getu og það kom frétt á MBL og það var að tala við forstjóran sem að, og hún eitthvað það var nú bara einum sagt upp sko, en það var að því að ég var eini sem var skráði starfsmaðurinn en í rauninu var náttúrulega svona 20 verktökum sagt upp eins og mér þannig síðan en mér svo fyndið eitthvað svona neða, var nú bara eitt starfsmaður sko en þú veist, bara svona sem í lígi því verktaki alveg starfsmaður eða skilur við en var engum að FM sett upp? Nei, og veistu það var, við erum bara, Exi var búin að vera með miklu meiri hlustun en FM með fulli vinningu og það bara búið að vera ráða fleiri inn á FM þeir eru svo sniðug Þau kunna þetta fag. Já, algjörlega. Og ég held bara, mér líður eins og þau sé bara að reyna að kæfa Exi, satt að segja, en ég minna, En af hverju seljaðu ekki Exi þá? Og leifin bara, þú veist, að því Exi bara brand sem að mætti eiginlega aldrei slökkva á, sko. Ég veit fullt að, það var margir sagt við mig. Hvað heldur Exi kosti? Ég var til að kaupa Exi. Ef ég væri með pening á mig fyrir því, þá myndi ég vilja vera með í því. Hlusturinn góð, þú veist, iðnaðarmennirnir og svo líka bara, iðnaðarmennirnir, lagerstarfsmennirnir. Já, og bara fullt að lið, skilur. Þetta svona oft bara í bílnum hjá fólki og leigubílstjórar. Algjörlega, eins og voru að hlusta Sundasili. En hlusturinn var alltaf á leiðinu upp, þannig að þetta var svona, það var smá svona, wow, ok, þú veist, ég held að það var að ganga vel, en allt í góðu. En ég var með að hitta þannig mannustjóra á þessum uppsagnafundi í fyrsta skipti og ég sagði það líka bara, ég sagði í loftinu bara eitthvað, já, þú veist, og allt í einu er að hitta þessa millistjórnendur sem ég aldrei sé áður, skilur allt í einu eru þau að koma hann úr fundaherbyggjónum og láta sjá sig, sko en að því ég tala svona opinskátt þetta þá var hún svolítið súr og hringdi í mig þá mannustjórinn og var bara eitthvað var það í loka þettinum? Þetta var bara í þeirri loka vikunni minni mig og hún var svona já, sko, við erum bara að heyra svona að segja svolítið og við, sko, það svona ekkert gott, skilur fyrir þú veist, ef við myndum vilja ráða aftur eða önnur fyrirtæki sem við vilja ráða,
þá hefur þetta náttúrulega auðvitað slæm áhrif á það. Akkurat. En einn svona hótunin Já, þetta ljótt, sko. Og ég eitthvað, mitt brand bara svolítið að vera opinn og ég geti ekkert breytt því allt í einu. Já. Og það mjög augljóst að sín sé að spara pening, og okkur ekki bara tala það. Og hún eitthvað, og var basically að segja bara, það enginn að fara að ráða þig að því þú ert að tala opinskátt eitthvað svona. Sem líka að því þú ert að vinna núna hjá RÚV. Já, eða maður byrjar að taka einhver ástökk, skilur mig. Og sem að mér finnst alltaf skemmtilegt svona, það má tala opinskátt. Fyrirtæki, ef við ímyndum okkur til samband, og það break-up, og þá sé hinn aðeins að segja, þú mátt ekki tala break-upið, skilur mig. Mér finnst það að vera svolítið þannig. Þannig að það var svolítið staðan. Herri, ef að taka smá break. Já. Komum svo aftur. Gerðu það. Komnir aftur. Við þurfum að taka smá break. Já, það nefnilega sko, munurinn á því að vera í þessu þróttastúdíói. Nei, ég segi nú ekki þrótta, það var ekki fiskabúrinu á Exinu. Mér líður svo betur hér. Mér líður miklu betur hér. Já. Og en munurinn á því að vera þar og hér að hérna erum við í svona lifandi umhverfi. Já. Þannig að hér mikið að gera og það einhver fundur sem fór í gang og eitthvað. Já, eigendafundur. En, heyrðu, við vorum að ræða uppsögnum á Exi. Já, við vorum bara rétt, það er bara klárum þetta bara. Já. Það er bara rétt með því að klára. Þetta þessi menning að vera sko að rekka framlínuna alltaf, eins og sín að gera þarna. Já. Að taka framlínuna. Það hvenar ætla fyrirtæki, ég segi bara öll stór fyrirtæki, að horfa á Björn Sjóveika, sem var forstjóri á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð sem stærsta sjúkrahús í heimi. Þetta eitthvað sem fólk veit? Nei, nú er komið, þetta ég veit þetta. Þetta insight? Já, nei, þetta fólk veit þetta. Já, ok. Þegar hann kemur hann inn, það sem hann gerir, að því að það var sko, reksturinn var í einhverju svona mesta ólægi sem hættir að sko finna. Það sem hann gerir, hann rekur hvern einasta verkefnastjóra. Já. Á spítalinu. Enda þýðir þessi titill ekkert. Og hann sagði, það ég forstjóri, svo það einn millistjórnandi og gólfið. Það ekkert þarna inn á milli. Þarna formúlan. Þetta formúlan. Heyrðu, hvað gerist? Allt upp á 10 þar. Já. Í dag okkar maður, Björn Sjóveika, bara að stýra einhverju risa sjúkrahúsi einhvers staðar í Abu Dhabi. Einmitt. Bara komin. Hugsa sér peningar. Og pældi í olíu, launin. Hann á það skilið. Það þarf ekki að snúa rekstri við þar. Og hann á það skilið. Fyrir þetta. Nei, en þú veist, en þetta bara, það komið svo mikið nóg af öllu þessu millistjórnenda liði. Það komið nóg af mannesteil sem að telur kannski 20 manns og það mætti reyka 19 af þeim. Og verkefnastjórana. Ég elskar sko titilinn verkefnastjóri. Kannski ein manneski eða eitthvað. En þetta þýðir í rauninni ekkert. Já. Ég held að ég hef fengið, ég held að Rás 2 hafi skrifað það á mig bara upp á gannið. Þetta bara svona, hvað ef að kalla það? Þetta svona þægileg titil, þú ert að ráða einhvern inn og það eitthvað svona, við ætlum að ráða þig inn en þú farið því við veitum ekki alveg hver þemin hjá þér. Já, ekki ennþá, eitthvað. Þannig að við ætlum að setja bara verkefnastjóri, svo gleymist þetta bara. Svo ertu bara búin að vera verkefnastjóri ógeðslega lengi. Já, einmitt. Og jafnvel bara nærið einhvern veginn að fljúga undir radarinn, undir þeim titli bara, í geggjuðum feeling, sko. Já. En já, þetta var mjög mikið ævintýri með Exi. Já, en það bara fínt að þetta sé búið, velkomin á Rás 2, þú færð þaðan aldrei. Nei, eins og segi, ég verktaki sko. En sko það samt eitt með þetta það áhugavert að horfa á sko bara þú veist þetta sem að enda svo hjá starfsfólki Exins. Já. Þú veist við erum með Matta. Matti náttúrulega, hún var sagt upp á Exinu sín tíma. Var ekki Andri líka á Exinu? Jú. Já. Þú veist þarna sko þetta besti útvarpsskóli sem til Exit. Já. Ég fikk að leika þarna lausum hala. Ég tók oft allt og löng viðtöl bara einhverju bullu helgar, skilur við mig. Ég talaði allan fjandan í loftinu, ég fikk aldrei kommenta það. Nei. Og þú veist, þannig að þetta ógeðslega góð skóli, maður kemst upp með allan fjandan og eitthvað svona. En þú var svinsæll þarna, sko, ég þekki fullt af fólki sem elska að hlusta á þig umferðina og leiðina heim. Gaman að heyra, sko, og ég meina... En þú ert góður útvegsmaður líka. Það var þægilegt, sko, og mér leiði vel, sko, í rauninni. Þess vegna, þú veist, en á sama tíma, það var byrjað að vera svolítið svona endurtekningar og það var ekkert budget fyrir dagskrágerð, þannig séð. Þannig að þú veist, þetta var alveg svona að verða svolítið þreytt. Já. Svona upp á móti, svona eftir á higgja. Endgame mitt með Syndasellir væri. Hvað? Syndasellir, Rás 2.
Nei, ég segi Rás 1 Rás 1, já eftir að lestin búin og beint á undan píanókonserta einmitt Nei. En þetta er gæfispor. Við fengum smá þarna það var smá heimsóknir það var einhver eigendafundur hérna viður. Og þetta kemur svona einn af eigendunum hérna sem heitir Aggi. Toppmaður. Geggjaður. Hann er líka með málumenningu. Svo er hann með nýjan sportbar líka. Sem á hann að opna í næstu viku. Já. Á að heita Stúkan. Já. Og það er verið að breyta öllu þarna. Ég hlakka til að kíkja þangað. Fyndið sko, að Hverfisgatan gæti orðið að svolítið svona sportbaragötu. Þegar Nína er þarna líka. Já, það er góð sportbar að vera á. Ég aldrei farið þangað sko. En svo er þessi nýja. Þetta var einhver sportbar þarna. Það sem að Stúkan er opnað. Já, þetta var svona dálítið þróta ledli og splátt dálítið inni og mikið af mjög svona svartarða stelpur með tattoo Algjörlega. Og svona mjög litaðar augabrúnir mjög veðraðar og veðraðir herramennana líka og einhvern veginn gekk þetta ekki þetta á það til að springa en sko fyrst erum að fara ekki bara vinda okkur í smá fréttir fyrst erum að tala þetta þú veist, nýr sportbar á Hverfisgötu Stúkan áhugavert, svo erum við Stúkuna sem er líka kallar Stúkan og er spyndið að sjá hvort þú fólk eru klist konta Stúkuna spurning með þetta heitir Vínstúkan en svo er líka talað 10 sopa þetta er svona 10 sopa Vínstúkan 10 sopa heitir þetta náttúrulega þetta er einu hvað er þetta 10 sopa? Mér var það svo sniðut nafn, en ég var áðan að skoða fréttir úr veitingagerunum, við erum ekkert að drepast úr fréttum hérna. Nei. En það er eitthvað, núna í miðjum nóvember á Snaps að opna á Hlemmi. Já, það er mínisnaps, kallar þetta. Mínisnaps, ég hlakka svolítið til að prófa það, þetta er minn lokal, eða þú veist, ég bý hliðin á Hlemmi og þú veist, ég kreifa bara góða staði á Hlemm. Já, sko það sem er fínt við það er að þetta er þarna það er Hlemmur, eins og við talaðum áður, þetta er fyrsti matargíkið, matarhöllin. Höllin sjálf. Já, sem var opnuð og átt að vera í byrjun, þá var þetta var svo geggjað. Þú veist, átt að vera grænmeti svona, þú veist, grænmetisala sem kannski skipt ferskt og gott grænmeti, svo átti að vera kjötborða, þetta átti að vera markaður sem er svo cool og svo gaman og var þetta aldrei að ég man ekki hvað heitir í Kaupmannahöfn, Hallen, eitthvað flesta borgir eru með svona geggja, svo getur labbað á milli, það eru svona geggjaða veitingastæður, Ostrubar hér ég var í Porto og það er með fullkominn blandað því, það er skilur svona þú segir, svona grænmeti, kjöt svo kannski svona einn og einn takkostað, skilur þetta er svona þetta var svona pælingin í byrjun og þá svo einhvern veginn gekk það ekki upp bara, þú veist, náttúrulega bara leiguverði út í höttaðna og ég held að fólk sé að leigja bara líka við að bara, þú veist, einhvern lítinn básaðna 2 milljónir á mánuði sko. Ætli leigan, ég var til að spyrja Þóri Já, þú veist, við getum heyrt í þarna í sjáaklassinum sem er einhver þetta bara á, fengið það fyrst spyrja þetta er rándýrt leiguverð þarna og þannig að erfitt fyrir fólk að standa undir. En að því sögðu líka, en þú staðin sem er hérna í dag, ég menn eftir að Skálfór, sem er eiginlega bara þess að mathöll uppi. Já. Þú veist, þá er ég talað bara á nafnunum til bara fyrir það fyrir að geta kallað þetta einhver svona matarhöll. 100%. Þú veist, geggjaða matur. Svo ertu þú ert með einhver svona bönsta sem er ekkin af einhverjum Víetnamum, það er sama hvort hann að vinna hann alltaf, sama hvort hann haldrar mikið eða ekki. Það er ekki frábærstað, ég er ekki svo hrifinn. Svo ertu með kröst þarna sem að Kröst er svona ultimate ekki staður. Þetta er bara svona bólur bara, ég veit ekki hvað er þarna. Þú getur fengið kjúklingahamborgara þarna, þú getur fengið naut og bernes, þetta er bara svona, þú veist. Þetta er bara svona old school eins og íslenski veitingastæðir voru í rauninni. Já, svo ertu með Fuego þarna sem er svona ömurlega taco sem ættir að fá. Ég fíla hann smá. Ok, ekki ég. En það sem eina sem ég fíla er bara þetta að fá svona blafta þarna í svona ískrabb með tequila í. Já, það finnst mér fucking geggjað. Þetta er drikkur sem að gefur og gefur. Nákvæmlega. Sko. Bara bráðna smá, meira. Þú veist, hann hættir ekki. Fylla, stöðu áfylling. Bottomless blatt tequila. Svo ertu með eitthvað, svo ertu með fjárhúsið sem er ekki af einhverju
sem einhver kúpveri að vinna á smá fusion þetta eitthvað svona fusion af því nei, þetta bara ekki gott þannig að það sem ég vona að Snaps sem kannski ekki alls ekki besti veitingastöður í Íslandi og aldrei verið en svona með stemningspartí Snaps fyrsti staðurinn á Íslandi sem fattaði það að fólk væri til að koma í brunch og borga stóran pening fyrir 2 egg á brauði undir nafninu Eggs Benedict þau föttuðu það fyrst bara hei en fyrir stemningunni líka já, 100% ég hef aldrei farið á Snaps sérstaklega Snaps var á svona hæðsta punktinum það virðist vera að hækka hans aftur núna það einhver stemning að myndast hann fór svolítið þá fór þegar þeir hættu strákanir, Melsteðið og þeir löpuð einhverju starfsmenn út og eitthvað hjá honum nýja og þannig hjá Þóri eitthvað drama en það sem að gerist að þetta örugglega mest stemningsstaður sem ég hef einhvern tíma verið á flottur þú fórst aldrei inn að því að öndin var góð 100% þú fórst þetta inn að því að langaði að þetta er smá partí smá Eggs Benedict mögulega sleik nú var ég bóðið líka það er meira á bódega já þarna var sem fólk alveg hamra í eitt góðan sleik í alveg ekki brunch nei, ég menn það leið á kvöldi ég menn fólk vel ekki að taka brunch halda áfram og vera þarna fólk tók 11 til 11 12 tíma bara Aperol Spritz, ágaviti ekki nema vonu að enda í einhver suppu sleiki já, að því að svo gaman að vera við hvítan dúk og í garðhúsi sem er gaman það er gaman, ég er lover þannig að ég fagna því að Snaps sé að koma á allum ég held ég geta alveg stokkið þarna yfir í eitt Chablis og þú veist, einhverja lélega önd það er þið bara Chablis það er ekkert annað engungu Chablis og kannski 2 egg á brauði og svo 1 blott en ég geti líka alveg þegið það að þetta er einhvern ég á svona, þú veist, ég segi alls ekki gamalsaldri en svona því eldri sem ég verð því meira er ég ofta að vakna og bara kreifa eitthvað brunns ég fór á kól helgina ef að fara í helgina þess byrjum á því já, fréttin eru búin, það er ekkert meira fréttin það er Daisy og ammali eða eitthvað heyrðu, förum í helgina já, nákvæmlega, það er bara það stemd í station helgi 5 föstlaug? 5 föstlaug. Ok, þeir geta helgi. En ég fór, það var ég bara var spenntur. Það var púk í mér. Það var svona ongoing púk í mér alla síðustu viku. November púkin, Já. Það var að koma, það var svona mánaðamóts púki, einhver. Já, mánaðamóts, november skamdegis púki. Já. Hann er hellaður. Þannig að ég einhvern veginn var með allan 50 daginn síðasta, var ég með innbeittan brotavilja að setja heilsundi hliðar og fara bara á fyllir í. Stundum það maður að velja. Á ég að spá í heilsuna eða á ég að spá í það að hafa gaman og verða hamingisamari? Já, sem er ákveðin geðheilsa. Geðrækt, kvöldum við þetta. Já, ég rækta hana mikið. Já, ég líka núna síðustu viku rækti hana mikið. Já. Og þarna sem var svona, ég blanda af einhvern alkoholisma. En það er hana. Nei. Að því sögðu, þá þarna ég, á 50 daginn síðasta, þá vaknaði ég og bara ég svona reis upp rúminu og hugsaði, ég ætla að detti í það í kvöld. Bara svo Dracula, bara beint úr kistunni. Ég ætla að detti í það. Beint af stað. En ég tók allan daginn í því að vera bara huga sjálfur mér, bara setja mig, væri góða sturtu. Geðheilsa, 1, 2 og 3. Setja mig krem. Heyra í markþjálfunum. Setja mig, heyra í Silju markþjálfa. Fá pepp. Fá pepp frá henni. Já. Og Sörumar í fórinu. Tók eitt góðan jókatíma með henni og Helga. Helga Homma, Helga Ómars. Já, hann er alltaf eitthvað around. Jókaði þetta aldrei með þeim og setti svo með gullkeðjum. Nei, ég setti með gullkeðjum, setti með krem, fór í sturtu en ég fór ekki í jóka með Helga Ómars og Sörumar í fórinu. Enda það er bara vont fyrir geðheilsu. Já, það held ég hefði bara sett mig á endastöð. En að því sögðu að þá þarna ég ákvaði ég að fara og ég svona tek smá rúnd og fyrir svona, þú veist, hjálpa litla frænda mínum og svo er ég bara, þau eru að fara að kynna nýjan koktelsíðil í kvöld á veður og ég ætla að fara þangað. Þannig ég brunaði, parkeraði bílnum við Hallgrímskirkju, labbaði hingað niður eftir og úr varð bara ótrúlega skemmtilegt kvöld. Ég hitti þig, ég vissi ekki að þú hitti þig, ég hitti vinkoniðinnar sem að ég ætla að huga meira að. Nýskildnar og ég hugsa nýskildnar. Skilin, segir maður kannski skilin. Nýskildnar. Allavega, það er voru að skilja. Divorced. Og ég hugsaði, það er ætti að vera vinkonu mínar þessar. Það var ógeðslega gaman hjá þér. Já, það var mjög gaman að hitta þér. Þetta var stutt. Ég hefði viljað lengri tíma saman. Já. Af því þarna fengum við alls konar svona mjög skemmtilegt update á sögum sem við höfum verið að fara yfir og það var
modern einhver svona útgáfa við hjálpuðum þeim með það, velja heita myndir og eitthvað svona bæti í, taka úr og ein gellan var nýbúin í sko, byrja að tala við nýjan gaur og svo beilaði hann á henni þannig að hún var svona, eiginlega svona aftur svona sár í hjartanu þannig að þá komum við og peppa þarna komum við félagarnir ég var bara, þetta aumingi og það var, við skoðum líka, það var kenningum það að hann hafi svona hætt við hana veist, þetta svona þetta ekki verið samband en þau eru byrjað að hittast frekar mikið og svo allt í hennu hættir einhver, skilur mig, þetta ekki beint break-up en svona nálætti og það kom kenningum það að hann hafi sko fengið chat GPT til þess að segja, búa til break-up ræðuna á Messenger og sem að leitin daldið þannig út að það var svolítið svona það var staðlaform, það var kallt en þetta var svolítið svona, við vorum að fara yfir svona gaurana sem það var að tala við Jordan var farin af smitten sem kom fyrir sem kom fyrir einu þættinum hérna daginn og en sko, já, þannig að þetta var svolítið, ég held að það sé gott að hitta okkur í þessum feelinga því að þú veist ég held að við spottum svolítið sko hver er sko narsi og hver er fáiði og svona já og einhvern veginn líka bara þú veist það ég hugsa alveg þú veist að 90% sem gæðum hana séu ekkert eitthvað svona gutt séu ekkert mikið að frétta en nei á smittininu mikið af áhugaverðum prófælum þar náttúrulega það voru en ég sko mikið af þeim en að því sögðu að svo fóru þið einhvert héldu ykkar áfram og ég satt ég fór heim satt að segja já þú fórst heim ég hélt áfram hér og ég ákvað smakka örgulega helmingin á þessu lista já ég náði nokkrum líka og ég var mjög hrifinn það er ógeðslega góður seðill og það er hérna Ramon Fiss og alls það var ógeðslega næs Guinness var nýkomin þetta dælurna og ég er einmitt með þetta núna en þetta var ógeðslega skemmtilegt sko svona henga á þetta, það var svona stórt borð og feelingur, mikið að random fólki saman. Já og líka daldið svona bransa gig sko. Og mamma Svangvítar mætti. Ég elska það mömmur mæta. Það er ógeðslega gaman. Það er konar sem myndi ekki verið lendi í maður. Lendi í. Hún hvöss á svipin. Já en þegar það er einhverju sko hvöss á svipin, þá er sko ennþá skemmtilegur að ná þeim á sitt band. Já, ég hugsa að sé gaman að sitja með henni. Já, í slúðri. Já. En að því sögðu þá þarna var og svo þetta var svona eitthvað svona bransatalk þú veist, það er svona þess að fara yfir og eitthvað sem er gaman og ég hef gert lengi og fekk mér smá til þess að vera svona já, veit ekki bara sem það er gaman að vinna í honum það er ástæð fyrir því að maður hangir alltaf í honum algjörlega og þannig að það er svona smá komið mér aftur sama og ég er smá hrifin að því ég held ég væri komin talandi kulnun, ég held að þetta væri búið ég held að það væri ekki að plata mig eina sekúndu til þess að taka vakt eða annað það er smá að það er svo góður jaðarhópur einhvern veginn af því svona misfits og ég er núna bara að spája svona fólki sem að passa ekki neinstæðar inn nema inn í einhverju svona og oft svona listrænt lið sem að þú veist með listina á kantinum en þurfa að halda sér uppi með barnum eða veit ekki þetta er bara allt gott fólk þetta er góður hópur sko nema barþjónar 90% af íslensku barþjónum já það er að þeir eru lúðar 90% þið viti hinn 10% hver þið eru já, skulum ekkert fara í nöfnin en að því sögðu já en svo sem sagt það sem að gera sem er að ég sem sagt fer svo kíkinga af þessum vínstúkuna það eru og fyllt af svona legendum svo hefur Gísli Marteinn ekki Gísli Marteinn hann var ekki að tala launamismun kynjana og þarna en svo datt ég inn á þarna Ölstofuna og þar hitti ég bara fyllt af einhverju kvikmyndagerðarfólki þá var einhverju þarna sjónvarpsverðlaun já, þau voru í gangi já. Sem var ekki sjónvarpað því skrítið íslensku sjónvarpsverðlaunin ekki sýnt live ég sá eitt story eða eitthvað skilur ég mig það var svona undir radarnu svolítið og eitthvað og svo var þessu splittað eitthvað kvikmynda, sjónvarp eitthvað svona brosa mikið en þarna hitti ég einhvern veginn Sigurvera og eitthvað og við þarna og svo endaði svona litla eftirpartí hjá þeim ég hef verið til að sem var gaman og þarna vorum við eitthvað að röfla og bladra og svo bara fór ég heim þarna sko það kom púkið mig hérna á fimmtudaginn já, þú eru flottu með mér á fimmtudaginn það er einhver stemning þegar það byrjar að dimma og sem ég fæ svona eitthvað flashback frá því bara í gamla daga þú veist að vera dettinga eftirparti á fimmtudegi þetta er gaman þetta er ógeðslega gaman
búið að loka barnum, allir eitthvað, ég taka með 4 bjóra, ég tók kippu. Já, og svo kannski þetta til svona 3 stundum. Já, sem svo passlegt að þú verður ekki verið að gera neitt á daginn eftir. Þá getur þú svo til hádegis og átt bara fína föstudag. Heyrðu, ég vaknaði samt mjög timbraður á föstudeginum. Nú? Alveg virkilega timbraður. Stundum hittir þetta fýtla sko. Þannig að ég hugsaði eitthvað fyrir ræktina, nei, þú slaufar þessu gimmi, nú er bara lokvíkun og það verður ekkert gimmi í þessari viku meira. Þannig að ég tók bara þarna sundlaugina. Búin að vera duglegur samt. Búin að vera duglegur líka, ég ætla aðeins back on the horse núna. Geðheilsa. Geðheilsan, geðrækt, stóra geð, G-vítamín. Já, ákveðs G-vítamín gott. Já, þau kallir þetta. Tökum G-vítamín. En þarna það þýr að við ætlum að barinn saman. Í okkar tilfelli. En ég ákvað að vakna þarna og hugsa, ok, þú ert ekki að vinna fyrir hann sunn, þú veist, þú hefur ekkert að gera, nú bara ferð þú oft bara glaðan dag. Þannig ég fór í sundhöllun á Barónstíg. Ég fer alltaf þangað. Fór þangað, tók góða gufu. Þetta ekki til sánun eða? Nei, bara svona, þú veist, sánan, fyrir ekki. Já, sánan. Tók góða sánu. Og svona kíkja þangað saman, ég alltaf já, við þurfum að gera það og svo var ég eitthvað svona að blasta þarna í heitapottinum og talaði við einhverju gamla konur sem var brjáluð yfir því að það var búið að þetta var Halloween og það var búið að aflýsa Halloween út af asahláku og þarna á föstudeginum átti ég að labba og hún tók æðiskast yfir mér yfir því hvað verið að aumingi ef það er lítil börn í dag. Og þetta var ekki, þetta var típan mín, þarna var ég tilbúin, þarna ég var með alla rásir opnar til þess að taka á móti þessari típu. Unga fólki í dag. Og ég var með henni og hún bara, þetta leið í dag, þessi krakkaskítar í dag, það kemur smá hálka og það er ekki hægt að láta það út til þess að fara að safna, sko, ég meina eitt er að þau eru að safna einhverju helvítis helgeti sem að fóreldur hún labba með, það þarf að fara að fresta því fyrir hönd, hún var að tala fyrir hönd dóttur sinna, hún er það gömul til þess að eiga sko, þannig að hún var að tala fyrir hönd dóttur sinna sem er sko á dóttur eða eitthvað og ég var bara alveg sammálun, ég er eitthvað, hvað er verið að fresta einhverju kapplaupi að hlaupa og kaupa einhver selgeti. Ég held að gamla hafið svo farið úr sundi og hálftíma setna runnið í hálkunni og brotið mjög það getur vel verið. En fengið topp þjónust á Landspítalanum og engin bið. Nei, ég veit það ekki. Halloween fer fram hjá mér, ég er ekki hrifin af Halloween. Þarna er ég í pottinum og svo sem þetta er ég komin heim og ég er svona eitthvað ferskur og ég er svona hugsað svona á ég fá mér eitt læti í skáp. Búin að svitna gerkvöldinu. Búin að lenda trúna um einhverju gamla kettlingu. Heyrði, þá fæ ég símringingu. Viki Ísl. Já. Víkingur að ringi mig. Íslenska númerið. Búinn fyrr í vinnunni. Nei. Þá er voðin vís. Og hann ætlaði ekki að gera neitt kvöldi. Já. Og ég sagði bara, og hann sagði bara, heyrði, Svenni, ég er búinn fyrr í vinnunni, ég er að keyra hérna Reykjanesbrautina. Viltu hitta mig? Og ég bara, er ég til? Heldur betur. Já. Þannig að ég fer út í bíl og við brunum okkar trúnaða stað. Já. Sem er Mosley var í Kópavogi. Á móti sundinu. Sem er á móti sundlu Kópavógs. Það er sem að bakari í gamla dag. Einmitt. Og þetta er bar sem er rekin af svona gömlum legendum í Kársnessunni í Vesturbænum. Og þar meðal er þú veist, einn flugmaður hjá Icelandair, eða flugstjóri. Já. Og svo er hann Ásgeir Geiri sem var að vinna á Prikinu í gamla dag. Var svona kokkurinn hans Finnadaldið. Einmitt. Og þetta er svona allt saman félagar sem eru fluttir aftur í hverfið og ákveða að gera bar þarna. Og þetta er bar sem hefur heppnast bara svona 100% vel. Ótrúlega sjarmerandi að fara í heimabæin og byrja bara. Sinn gamla heimabæ. Og þetta er bar sem er að verða til þess að mig langar núna bara aftur í Kópavogin. Flytja Kársnesið bara. Eða Hamraborg. Já, þetta er Kársnesið, Hjallarnir, Smárinn sem ég geti búið í. Þetta er allt saman sem að... Álfhólsvegur. Já, einhvers stað þar, já. En að því sögðu, þarna sitjum við og þú veist, drekkum ógeðslega mikið bjór, drukkum eitthvað geggjað, eitthvað svona ótrúlega gott Hennessy whisky. Já, ekki Jack. Nei, ekki Jack nefnilega. Gaman að þeir séu með eitthvað svona öðruvísi. Já. Og bara, þú veist, og komist í þvílistu og ég verð bara að segja bara, ef einhver allar eiga að gera sér glaðan dag og fara í sundhöllina í Kópavogi, sundhöllinu í Kópavogi, ég segi bara, losið ekki við krakkana, drífið ykkur á barinn og fáðu ykkur nokkra. Það er þetta að fá sér að borða þarna, geggjaðir hambúrgarar. Lúkka vel. Þetta er góðu stær, þú kemur með mér einhvern tímann. 100%. En þetta var sérst 1 eða 2 bjórar sem við ætlum að taka, sem urðu af svona 5 bjórum og þú veist halva viskiflösku. Smá trúnó.
Já, svona fórum að sér málin og þegar maður endar að því að ég fæ símtal frá okkar konu á Æris sem við skulum ekki nefnum ekki nafn en hún hringir í mig og ég segi bara, við hittumst líka sama tíma sendi Gústi bakari mér skilaboð og hann bara, maður bjóða mig á Hipsumafstónleikana ég hitti hann á Bullseye og ég sagði bara, ég hvort er að leiðina fyrir þetta Lilli Víkingur verið að fara í einhverja strákakvöld með einhverju leikurum og ég bara, við förum bara hittumst bara Bullseye endið þar bara einhverju fyllir endið náttúrulega aldrei að því að fara inn í tónleikana og hitti Kitta sem að bauðst til þess að hitti því líka og þarna og Kitti bauðst til að setja maður gestalista og ég bara þakkaði fyrir það og bara, þú veist, þetta var mjög fallegt á hann en ég náði dreif aldrei inn sjálfa, en það var ógeðslega bara rétt að klára það var nefnilega ógeðslega gaman að sitja á Bullseye og fá sér drikk þarna og ég held að það hafi verið, það er trúnaðarstemning þarna svo var líking þannig að það voru tónleikar að byrja, það var einhver svona Halloween partystemningi það var árshátíð CCP á efri hæðinni það útskýri allt í búningathema þannig að þetta voru slött í búningar alveg alla línuna og þannig að það var stemning í loftinu þarna heyrði, fæ með pítsu þarna heyrði konum með pítsu á Gústi bakari þetta með öðrum nei, hann sér alltaf veitinga svona hliðina ég heyrði hann eitthvað lýsa því yfir hérna allavega, það er önnur já, getur vel verið, hann allavega á eitthvað í veitingahliðina og þannig að þú fækst pítsu ég fæ mér alltaf þessi pítsu sem að Gústi er að búa til þarna hann gerir góða pítsur geggjaður pítsur þarna hann er hellaður heyriði, þetta er þarna, ég fekk mér svona birria pítsu sem að fær sér að taco hægölda nautakjöt með einhverjum svona kóríander svona tætt nautakjöt, kóríander held að hafi verið einhver hvítsósa þarna laukur og sóð svo var svona sóð til þess að dýfa í pítsun þetta hefur verið gott það hljómar ógeðslega þetta var ekki vont og á Bullseye af öllum stöðum á Bullseye af öllum stöðum það er pílaðna vanlega það sem er pílað er ekki góð maður en þarna er og þetta er smá hverfis okkar þetta er okkar hverfisbar ég er basically 30 sekundur að labba þarna yfir þannig að ég segi meira svona og kíkja á Bullseye og fá sér pítsu og það er að taka það með og þetta er svona gamla 18-tómmu stemningin það er Guinness það er Guinness og grana það er eik líka barþjóðan það er geggjuð eitt last á barinn ég var að fara á Hipsumafs líka og pantaði Guinness og hún dró fram plastglas og ég eitthvað, nei, hættum við þetta bara ég var svo þreytandi það barinn plastglas inn í salur já, en þú veist það geta, ég veit ekki það var allavega svona ég skil ef þetta er inn í sal en það var ekki inn í sal, ég var á barnum fyrir utan en allavega en þá bara byggðum, fyrst ekki bara gler nei, ég sá að þið voru öll með gler ég var svo abbó, þekkja hann alla eitthvað Eik var á Ærismenn, eða ekki? Já, hún er góð hún er geggjuð þannig að þetta var, svo fór ég bara eitthvað inn í nóttina og fór eitthvað hingað á veður og svo held ég að við sér stopp þegar einhverjum ætlaði að fara að draga mig á kaffibarinn þakkaði fyrir góð ákvörðun en svo ætlaði ég að kíkja út á laugardaginn og þá var sem sagt vinkonum minn átt afmæli en þá var bara komin einhver flensa í mig eins og margir helgina þannig að ég náði ekki station helginni en það er eins og ég var að segja að hitta vikingvinn okkar er ákveðin station helgi út af fyrir sig 100% líka, það er eitt kvöld er á við 2 kvöld af stemningu mjög jákvætt það er mjög gaman en fyndi því að mitt sjónahotn á Hipsumafs var svolítið öðruvísi ég var að fara fór bara með tengd og eitthvað svona og þú fórst út að borða sá ég hvert fóru áttur á föstudeginum þú sendir mér einhverja mynd oh my god, ég ætla að rifja þetta fór ekki hamborgarfabrikur, nei jú, alveg rétt ég setja það í stóri djöfull það lélegt maður ég hef nú ekki að giska á það en fekk einhvern hamborgara ég fekk einhvern ribbæ hamborgara áttu að vera bara hellaður hann var svo glerharður frekar kaldur þarna var eitthvað, þú veist eitthvað svona fótboltamóts krakkahópur svona 300 þetta er fjölskyldustaður þetta er krakkastaður við höfum ekkert að gera þarna en ég hugsa nú ég gef ekki hamburgarafabrikunum mörg ár nei, þeir eru bara að lifa helviti lengi á hann ennþá þetta hann Jói ég veit það ekki Jói Simmi átti þetta
saman. Ég held að Simmi sig ekki lengur. Nei, það endaði einhverju drama á þeim, sko. Já, það ekki. Jú, það eitthvað svona tala sig ekki við moment. Ói, gömlu góðu 70 mínútur. Já, ég var leiður. Já. Vonaði þessi búin á. Já, verða menn ekki að sættast á endanum. En já, ég var þarna bara út af einhverju gjafabréfi, skilur. Og þarna, en allavega. Tókstu Tengdó þangað? Tengdó tók mig þangað út af einhverju gjafabréfi. Ég sagði bara sure, þetta hliðin á heima og eitthvað. Þetta daldið svona Vestmannaeyjar. Þau hittu Vestmannaeyingar. There you go, mitt. Já, og þarna, en svo Hipsum Haps, ég fer þarna inn og eftir að hafa hitt þig, Hipsum Haps byrja, hann Raka Gísla með þeim. Já, hvernig var það? Raka Gísla bara geggjuð alltaf. Hún kom inn. Já. Þarna, bara rétt áður tónleikarnir byrja. Það gustar af henni. Já. Það gustar. Hún einn flottasta og hún átti sviðið. Já. Ég fer á barinn hann inni og það var líka bar inni í tónleikasalum. Þetta risa salur. Já. Og ég fer á barinn og ég ætla að fá mér eitt light. Nema hvað? Að það riðist einhver júfertu trunda fram á mér. Þetta voru þannig tónleikar. 100%. Þetta voru alveg, það var eiginlega ein ástæðan fyrir því að Lilja horfði á mig og horfði hvort þannig sem bara takk fyrir gott boð, ég hugsa við kíkjum ekki inn. Það var fertugar konur í æsing og svona frekar fertugar. Ég get sagt þér nákvæmlega hvernig heima hjá þeim. Frekar og fertugar. Frekar og fertugar. FF. FOF. Og ég get sagt nákvæmlega hvernig heima hjá þeim. Okay. Nei, skilur mig. Það er svona svart og hvíta, það er verið að gera upp, það er eitt alveg, það er einhver vasi, það er svo einhver api. Einhvers konar svona Epal. Já, svo mögulega einhvers konar svona uppefnir orð. Já. Þú veist, fram gangi einhvað. Líflega hróf. Já, einmitt. Nei, þetta vonlaust og það var fullt af þannig og þessi trunda, ég hata hann svo mikið. Því að ég var búin að bíða mjög lengi. Já. Og leið og barþjónninn það var komið að mér, þá fór hann, skiptum kúta eitthvað. Þannig að þá beið ég ennþá lengur. Svo kom hann tilbaka og þá var þessi gælla mætt hliðin á mér. Barþjónninn var búin að sjá mig, tekur hana fram með mig, afgreiðir hana á undan og ég verð strax bara svona motherfucker, búin að bíða mjög lengi. Ok, ég hugsaði bara, hún er að panta einn light, fuck it, það verður fljótt. Nei, hún pantaði 3 jager, Þetta var fyrir hópin. Já, eða örugglega sig og eitt light. Okay. Og þetta tók sinn tíma og það stundum hitti eitthvað svo illa. En sagður ekkert við hana? Nei, ég gæti það ekki, ég læti þarna eitthvað. En þarna tónleikarnir, þetta var bara fínt, ég veit ekki. Þetta var, krátið, ég spá oft meiri krátinu og þetta var ekki skemmtilegt krát. Fólk að bleka, það var einhver gæjar að dansa, kom að dansa og reif í mig og ég bara, svo mikið subbutusku stemming. En svo fór ég bara heim. Laugardagurinn. Ok. Þá heyrir Tengdó í mér, þau voru í bænum og sagði, viltu ekki koma á kól með okkur í brunch? Ég segi, jú, fer á kól í brunch. Allt í lagi. Ég fekk Eggs Benedict mitt eins og Snaps búin að mastera og það ekki einhver Bernis og Sifir eða eitthvað? Hollandaise og svo eggi það á að vera svona létt pótsað en það var ekki á kól, það var eiginlega eina lasti það var svona hörðu eggjaröða allavega og þar svona var smá hvítvín og næs og mjög næs, kól virkar alltaf mér finnst þarna brunch finnst mér vera eitt af skemmtilega sem ég geri, þetta er eitthvað sem ég hataði ef það er drikkur þetta er eitthvað sem ég hataði einu sinni en þetta er eitthvað að færa síðan mig núna, þetta er eitthvað svona brunchsaldur sem ég er að færast á við erum komin en það sem er hættulega við, ég er ennþá það mikil fyllibita að ég stopp ekki þú veist að þegar það er mér svona betra að byrja fyrir en þú veist ég tek brunchin og hugsa, svo næs að byrja fyrir, þá er ég komin heim svona 6-7 það er ekki rétt. Þú veist, ég er komin heim í svona geðrofi miðnætti. En að fara heim 6-7 er ekki í lagi? Nei, að því að þá er, þú veist, sumir segja einhver svona hætta skal leikjum á meðan hæstendur eða hvað sem þú segir. Hvað er að fara heim og horfa á fréttir, skilur, það er ekki sjens? Tipsi. Þú veist, eða bara rúmlega. Nei, þannig að þetta getur oft orðilega hættult hjá mér í brunsa, því að þú ert komin á 10 klukkutíman í drikk. Það ertu komin í smá svona, þú áttar ekki alveg á, þú veist, á að vera brjála partí eða er hugguleg stemning, eða þú veist, í hvaða, Þú getur ekki mætt
komin miklu meira fram úr. Ég get ekki mætt einhverjum bara, þú veist, og sest á borð með einhverjum sem er bara að fá sér fyrsta drykk. Eins og daginn þú fórst í spilakvöld, ég var bara anskotin. Bara, þú veist, ég kallaði góðan að fara þarna í kórakverfið í spilakvöld eftir að við vorum búin að vera að chilla og fá. Sko. Það var líka erfitt, það var mjög erfitt að fara. Já, skiptum stemmingu. En, heyrðu, svo förum við á Dubliners. Litla. Stóra. Já, niður í bæ. Já, og þar voru einhverju fótboltaleikir, þú veist, ég bara meðvirknaðist með, fó fyrir Guinnessin. Og, það var ágætt þar. Svo, eru þau að fara Jón Jónsson í Hörpunni. Þetta voru bóladagar hjá hómnum. Eyjar. Já, einmitt. Og ég segi bara fuck it, ég kem með. Ég er forvitin. Ég kem bara með. Og hvernig var? Heyrðu, ég sá einhver myndbönd á þessu, þetta lúkaði nú bara sko, nú ætlum ég að fara varlega. Þeir kemur til Eldborg og Jón Jónsson kemur, eða John Johnson eins og hann kalla sig alltaf. Skrítið er náttúrulega. Já. Talandi kráti sem var á Hipsumaps, mjög svipað á Jón Jónsson. Hann kemur hérna á upphækkuðu sviði í Eldborg. Já, það var einhver upphækkun þarna, ég sá hana. Ég hef aldrei séð þessa upphækkun áður. Friðrik Ómar mögulega geti hafa átt þessu upphækkun. Kannski, ég er náttúrulega ekki farið á þá tónleika, en hann hækkar sig upp þarna og fullur salur í Eldborg, skilur, bara vel gert og byrjar að taka einhver lög. Og mér fer að leiða svolítið, mér fannst alltaf lagi að horfa á hann en hann var svolítið hátt, sko, hans rödd var mjög há og hans rödd, maður þóli bara ekki mikið. Þú vildi fara á hljóðborðið? Já, bara, sko, hann hefur örugglega beðið bara, ég vil hafa hæst í mér, þú veist, ég veit það ekki og ég var svo þreyttur í eyrunum, no joke, ég var bara svona, þú veist, ég hlusta eitthvað sér 3 Jón Jónsson í röð en svo fer þetta að vera svona, svona en ég sitt þarna samviskusamlega, smygla bjórinn eins og alltaf, og svo mér byrjað að leiðast, mér langar svolítið að fara ef ég alveg hinskilin, en málið að ég fyrir framan Frikadór og konu hans Lísu og ég þekki þau ágætlega þannig að ég tók spjall við þau og þannig að þau vissu að ég væri beintur í framaði þannig að ég þorði ekki alveg að fara ég skil það. Já, bróðir hans og eitthvað og þannig að ég held úti þarna upp að hléi. Svo kemur hléi og tengdapappinn, hann er náttúrulega bransakall og sniður. Hann pantar þarna í himnastiganum svona borð þar. Og þá er bara, og þá velur hvaða áfengi sniðugt. Og ólífur og snakk. Þannig að þú veist, beint úr salnum, beint á borði í himnastiganum sem er sko hellaleg alltaf. Beint bara að fá okkur sæti og beint að drekka bjór og borða snakk. Geðveik pæling. Svo var hléið að klárast. Pappi Jón Jónsson kom að spjalla við hann og ég var þetta ekki einhver svindlari? Ég veit það ekki. Hann var eitthvað svona það er sjálft mjög fínt fólk sko. Já, það var einhver frétt hann að vera nota pening frá FH eða eitthvað. Allavega. Það var bara frétt. Ég veit ekki hvernig það var í raun og veru. Það var bara frétt. Bara googlum þetta. Og það komið aftur á sjóinu og ég segi við krúið, ég get eiginlega ekki farið aftur á þinn. Ég verð að segja þetta gott. Með fullri virðingu, Jón Jónsson, hress og kátur. Þannig að Mr. Ice Guys. Guðsi, fucking lof, maður. Og þannig að ég beila. Og þú veist, fólk gerði svolítið mikið úr þessu. Þú bara fóst eitthvað svona, já, þú veist, whatever, minna, þú veist. Nefndi ég Ice Guys? Nei. Nefndi ég meira? Nei. Nenni ég að sitja í hörpunni bjórlaus? Nei. Veist, ég bara gat ekki meir. Ég fór litla Dubliners, hitti vini og þar voru fleiri vinir, bankastarfsmenn. Finnur ekki meiri síkópata? Nei. Það var að fara í sögur, syndasögur. Þú veist, við eigum ekki sjensið á, sko. Já, ok, en þeirra sögur, munurinn Svenni er að þú ert aldrei vondur. Nei. Þú ert góður. Já, guðmíkur, já. Þeir eru vondir. Ég veit það, já, ég segi það, en þú veist, að mörguleiti. Gera lítið úr vændiskonum sem að þeir réðu. Sem er, já, það er náttúrulega bara, það er bara ógeðslega hegðun.
Ég að segja það. Það alveg, það og það ég bara feinu ekki bryggið þá sko. En að því sögðu að þá hef ég á mínum eftirpartís árum sem voru svona þarna og stundu þristur að þá átti það til stundum að slæta inn einhver svona bankagæjar eða svona viðskiptagæjar eða eitthvað svona og halda þeir væri geggjaðir af því að þeir væri svona mögulega þú veist með aðeins meiri núlareikningnum eða þú veist meiri þarna það er eina sem þeir hafa líka en ég veit ekki hversu oft ég og mínir vinir sem vorum hana náðum að átsæna þá út frá því að við erum bara ekki ógeðslegir eins og þeir sem að enda ofta því að þeir voru ofta rökkleysi burti eða maður horfði bara á það bara heyrið vill ekki bara drulla þér út 100% og þetta er svona típan sem að sko mætir rosa með breytt bak bæði að þeir eru búin að úða hans í nefið á sér og þá náttúrulega hækkar aðeins sko hækkar nokkra sentimetra og þarna leið og það er byrjað að dvína það aftir eiginlega ekkert mikið eftir sko bara, enda þú veist enda fara þeir í þessi nám þú veist ekki fara voru þetta vinið þínir? Já, svona fjarskildir vinir skilur sem ég hitti bara fyrir tilvílina þeir, og það var alveg áhugavert sko, og þess að segja, þú veist, þetta voru ég sat þarna og var bara, þú veist, allavega allir eiga konur og eitthvað svona reyndar ekki, sko, þeir náttúrulega haldi ekki konum, sko, það er gaman, sko en ég beila þar frekar fljótt og fer aftur bara niður í Hörpu og þá er tónleikandi búnir og lappaður bara fór með tilbaka eins og fínt að fá skrifin en fer aftur á Hörpu, fæ mér eitt drykk og svo bara, heyrðu, þetta er komið gott Noss en það í Hörpunni? Er það niðri? Já. Okay. Það er léleg þjónusta Jesús. Hvað býstu við? Þú ert enn í einhverju veitinga Harpan sann þykist vera í sparifutunum sko. Já, en málega er að þú getur ekkert haldið út í einhverju veitingaprógram í Hörpunni Nei, þú veist, nema þú sért með La Primavera sem er bara uppi en að vera með þarna, þetta er bara umframust Þetta er flugvöllur Þetta er bara flugvöllur Þetta er flugvöllur, 100% Við þurfum að fara saman á La Primavera Já. Ég kreifa kíkja á náttúrulega á leif og svona en þetta var nefnilega svolítið hjá mér 5 föðslaug Var ekkert fólk að þvæla sem í einhverjum Halloween-galla? Jú, ekki ég Hvað er tekið þetta á það eiginlega? Ég var eitthvað að vera leiðilegur með það fekk svona misjafnar undir þettir sko, sumum fannst ég bara að vera leiðilegur, aðrir sögðu bara hvað er það spá í þessu Ég er hlutlaus í alveg, mér skýt saman ég bara, krakkarnir hafa gaman að þessu og slött í búningarnir eru skemmtileg ég meina, þú veist, það er náttúrulega því gagkinu það fara alltaf gellurnar í þessu slött í búninga og ég er bara flott það er ekki að fara að klámsíðu það er ekki að fara að klámsíðu þetta setur bara í minnið hún býtti hvernig hún er þarna sem ég sá lögavinu bara fullt að gagna mér finnst að því ég skil alveg þegar fólk er að klæða sig upp með börnunum sínum og fara í eitthvað og annað ég skil slött í galan líka á hvern vegu sem það er náttúrulega divorce season en þegar fólk er sko að klæða sig upp í sem einhver sko avatar eða eitthvað og búin að setja á sig hvaðan kom avatar? Ég sá eina í avatar það var ekki eina, ég sá bara nokkur og var líka ein sem ég hitti sem ég var að kalda sátum að kalda eitthvað alveg fyrst en ég var út allt sko þá var ein sem mætti einhvern alveg bara að mála sig græna alveg upp með eitthvað svona högu og með eitthvað svona þetta ég veit ekki, mér skrítið að sjá fullari fólki í svona einhvern svona gala en það sem ég var skemmtilegast var að sjá Hans og Gretu rífast En hvernig vissur þetta var Hans og Greta? Ég sá það bara, þú veist, hvernig er það sá búningur? Þetta var einhvers konar, þetta var einhvern Hans og Greta búningur. Einhver svona bróðurskrim dæmi. Já, þú veist, hversum það var þau, en þú veist, en hún var klædd eins og, þú veist, þannig og þau byrjuðu að rífast. Þau voru að rífast í Laugaveginum og hún var bara eitthvað, Brját, þú ert búin að vera svo leiðilegur í kvöld og hann eitthvað, hvað meinarðu? Svo horfði ég bara á þau og ég bara svona fór að skelli hlæja og þau einhver horfði á mig og ég bara sagði við þau bara, hvernig getið tekið hvort þau eru alvarlega? Vil ekki fara heim bara um galla ykkar? Númer 1, rífast í galla. Númer 2, rífast á almannafæri. Þetta er mikið rangt við þetta, sko. En að vera þarna í Hans og Gretu búningnum, það fannst mér skrítið, sko. Þetta er svolítið skemmtilega. Þetta er samt, ég veit mitt take með Halloween. Ég hef búin að fatta það núna. Halloween party hjá góðum vinahópi. Allt í lagi. Það sem allir fari í búning. Ég meina, við vorum alltaf með svona einu sinni og þá var eitt vinur slött í Hitler. Skilur svona korsalett með skeggi og mikið af svona tæpum búningum bara í góðu tómi heima hjá einhverjum, í góðu bara partí ef þú fer í búningnir í bæ þá ætla ég að segja að það sé í rauninni bara til þess að vera eitthvað svona veiða þú veist,
sérstaklega á kvenkyninu nefnum sérst slött í Hitler minnst það vera svolítið, ef þú fer inn í bæi búning, ég ekki alveg þar ég skil það ekki alveg en heima í prívat eitthvað allt eitthvað, þetta verður að vera allt og með börnunum sínum líka, þú veist að lappa með börnunum eitthvað en svo þetta aldrei you bara stefnum, það var eitthvað svona endgame sem ég fekk á því að byrja að raula sem mest, það var bara svona var einn sem var eitthvað svona horfða á mig og var ekki enn hlusta með raula og var bara eitthvað, hvað ert að spá í þessu fólki og þá fekk ég vilt þú ekki fara að spá mér í sjálfur ég bara, nei, nú stoppa ég hér nú stoppar þú vinkuna þetta alltaf góð típa en að því sögur bara frábært og gaman að fólk bara geri það sem þau vilja gera gera sér glaðan dag ég í spreng, ég var að drekka eitt Guinness einn pása takk smá pása og svo koma tilbaka það held ég Sittarselli komin aftur ég er búin að pissa þú ert búin að pissaðinu Guinness í burtu eiginlega leið sko en við ætlum að fara hans í Airwaves þú ert að spila þú vissi nú valla af Airwaves þú bara myndum á það sko, þú varst einhver búin nefnum að þú var að spila á Airwaves og ég sagði, það er nú gaman og svo segir við mig núna að svo er ég náttúrulega að spila á Airwaves ég bara, það er nú helgina bara morgun eða í dag ef að þátturinn kemur út eða bara, þú veist, í fyrra dag fyrir þau sem þú veist bara en ég okkur á morgun og það sem að ég ætla að fá að nefna með Airwaves sem að var einn skemmtilegasta bara maður beið eftir Airwaves á tímabili eiginlega meira maður beið eftir jólum og áramót algjörlega og ég hafði ekki hugmyndum ég vissi að Airwaves væri einhvern tímann ég vissi að þetta væri einhvern tímann í október, einhvern tímann þar á milli en ég hafði ekki hugmyndum að það væri að fara að verða núna Nei, þetta er nefnilega svolítið þannig en sko það er svolítið líka á Íslandi svo í fyrra, það var mjög líka svona lókallin var ekkert eitthvað mikið að spá þessu en svo vorum við að spila þá í Iðnó, minnum mig og það er bara tróðfullt risaröð, skiljum mig þannig að mér líður eins og þetta sé orðið aðeins meira af svona ferðamanna túrista festivali og líka eins og fyrir mig þetta er árshátíð tónlistamanna maður er bara að hitta krúið og spjalla þetta er svona plug-festival plug og bara spjalla við vinni það sem þetta var sko, þegar Airwaves var sem hæðst einu sinni, þá var þetta náttúrulega það voru þessi off-venue og það var besta við Airwaves og það var eiginlega besta við Airwaves, en sko þau hætta með það þegar sko Ísi og þau í þarna ég senu kaupið það þá var einhvern veginn tekið þetta út og það er ákveð að hætta með þetta off-venue gig og ég held að það hafði aldrei drepið stemninguna sem þetta var sérstaklega og fyrir lókalinn rökin var, fyrir lókalinn sko. Og rökin voru að fólk að þetta væri að bitna á miðasölunni sem að mér finnst eiginlega léleg rök vegna þess að sko þú átt að geta markasett þú átt að geta markasetta miklu betur og þú átt að markasetta þannig þú getur vissulega bara tökum dæmi bara Agent Fresco þegar þeir voru að spila sem mest frábært liveband geggjað að sjá það, ég sá það off-venue á kaffibarnum kvöldi eftir séðu í listasafni var það Agent Fresco var að spila listasafni kvöldi eftir leiðilegt venue mjög leiðilegt venue en samt sem áður alveg stemningsvenue sko, það er stemning að fara hann inn við spiluðum þar einu sinni og leiðilegsta venue til að spila skemmtilegsta venue til að vera alveg aftast hjá barnum og tala bara og bara horfa á en að því sögði, þú veist munurinn á sko að horfa á Agent Fresco taka einhver nokkur lög í off-venue á kaffibarnum versus það að sjá þá live er bara allt annað þannig að þú veist, þannig að ég keypti ekki alveg þetta að fólk væri að sleppa því að fara á tónleika út af því að þau gætu séð einhvern mömla á gítar og þetta var líka oft bara svona acoustic og það var bara oft svona teaser í raun og veru bara teaser til þess að fara og bara ekki nærrið í sama upplifun að sjá böndin á einum einu svona tónleikum versus einhver svona smá-eis off-venue það sem off-venue sem gerði finnst mér, það var að þetta var þú veist, þetta var ótrúlega gott fyrir barina og bara bransan yfir höfuð og það var líf, ég menn það var bara frá mánudegi það fann maður og ég held líka þessi búið að minnka ferðamenn að fara á þetta sko örugglega eitthvað en ég fann alveg, þú veist, það var bara í bænum fólk að labba og maður sá alveg ég fann miklu meira fyrir þessu þannig kannski vorum við líka með staðins og keggs og þú veist, þetta drifðist allt sko
mikið off-venue en hann mér finnst leiðilegt að einhvern veginn að maður sé ekki með puttana púlsunum alveg hvert það erfið sé sko það eitthvað off-venue en ég held að sé gett dýrt fyrir staðina já þegar þeir settu á sko þeir settu á þetta gjald sko, já að staðinni þyrfti að borga sem það var ekki Nei. Og ég held að þegar þetta var svona brjálauslega mikið off-venue, ég held að það hafi aðalega náð Íslendingum niður í bæ sem gera þetta miklu skemmtilegri upplifun fyrir útlendingana eða túristana. Já, þetta var svona lokalinn. Ég held að það bara hjálpa hvort öðru. Þetta var fyrir mér, þá var Erfis eitt svona mest fullkomlega cityfestival í heimi. 100%. Á tímabili, þegar þetta var hæst. Sko. Ég held að sé hægt að græða þetta aftur í gang. Og ég gæti alveg trúa því ef það gengur ekkert eitthvað það vel að þeir munu bara fuck it, hendum bara aftur í svo Við köllum á Ísa að breyta þessu. Við gerum það og það er skemmtilega fyrir bönd, það koma fleiri líka minni bönd að. Hvað ertu að spila? Kólaportinu. Gaman að spila þar? Ég hef bara spilað einu sinni þar en í öðruvísi setupi, þannig að þetta er í fyrst skipti í þessu setupi, ég held að þetta er mjög stærsta venjuð í ár sko. Það er bara svolítið gaman. En svo það er alveg ekki loka tónleikar eins og það hafa verið. Það vantar smá nöfn, og allt það, en við erum þar og ég ætla að fjalla það í næsta þætti náttúrulega. Fara út í hvernig það var og hvernig Airways var yfir höfuð. Þetta er náttúrulega... Hver er þetta að spila á morgun? Já, 5. deginum, sem sagt, fyrsta deginum í Airways. Okay. En ég ætlaði svoleiðis að taka svakalega station helgi en að því að ég var að vinna svolítið með Rás 2 á föstudeginu daginn eftir þá verði ég að vera svolítið leiðilegu 5. en ég vil taka föslau almennilega. Verður þú með? Nei, ég er að fara að taka sko, ég er að fara að passa fyrir systur mína, hún er alltaf ellendis þannig ég er að fara í það og svo er ég bara að fara að vinna þannig að það er ekkert að gera sem mér. Ekkert Airwaves? Nei. Það er ekkert Airwaves, það er ekki, ég mun ekki labba inn á einasta bar helgina. Já. Þannig en ég kannski reyna að bæta úr því með því að gera eitthvað á mán og þrið. Mætti segja sko þú sett að passa og það er líka verið að passa þig. Það er raun og verið að vera að passa, sko þetta er hringrásakerfið. Já, en þetta verður stu. Ég æfingi kvöld, mikil keyrsla og allt það, en ég er að fara sko að passa þannig, ég er að skutla í skóla og sækja í skóla og svona, þetta er stemmari sko. Þetta er bara svona surrogate person. Já. Bara verða foreldri þarna í smá stund. Já, og kannski endur þetta því ég drekki einhverjum okkar læt og og fá svona smá svona lykt í leikskólanum, svona sækja. Takk í leigubíl. Svo finnur okkar þarna. Já, maður. En þarna henni hefur settu gott í dag. Já, þetta er bara flott. Ég þarf að fara á æfingu. Og svo ætlum við að reyna svona að fara að koma okkur í að geta tekið einhverja gesti og gert eitthvað stuð. Það kemur að því og við erum líka að vinna í einu, við erum að vinna í því að það sé svona syndasela afsláttur á veður 75% af barnum Nei, en eitthvað svona að þú segir orðið syndaseli, þá sé eitthvað hann hefur tjekkið á því það þarf að vera, það kemur á Instagram eða eitthvað og það er náttúrulega bara fyrir ykkur sem eru svona diggustu, herru við heyrumst í næstu viku við verðum bandi og Guð blessi Ísland.